Kæru gestir, verið hjartanlega velkomin í Veröld, hús Vigdísar. Það er svo gott nafn á byggingu þar sem að einstaka sinnum fer að fara fyrirlestar þar sem að umfjöllunarefni alheimurinn, stjarnvísindi, allt þar á milli. Ég heiti Jón Emil Guðmundsson og er kennari í Elsa við Háskóla Íslands og áður en ég kynni Matthías til leiks þá langar mig til þess að nefna það að þetta er einn af mörgum fyrirlesturum í röð fyrirlestar sem að Stjörnuskoðunarfélag Seltjarnarness, Stjarnvísindafélag Íslands að skipuleggja með styggum stuðningi Háskóla Íslands sem að hýsir okkur hér í þessum sal kvöld eftir kvöld en er líka að greiða fyrir upptökur og beint streymi frá þessum fyrirlesturum. Og fyrst að þið eru hérna í kvöld ætla að nota tækifærið að benda á að eftir tæpar 2 vikur þá er annar fyrirlestur inn í þessum sal og þá kemur Kasper Heinz sem var einu sinni doktorsnemandi í eðlisfræði við Háskóla Íslands en er núna lektor við Kaupmannahafnar háskóla og hann ætlar að segja okkur frá fyrstu stjörnunum. Það vill svo til að fyrir svona cirka 13,7 milljörðum árum síðan þá voru fyrstu stjörnunar í sögu alheimsins að myndast og við vitum raun og veru ósköp lítið þetta tímabil. En með tilkomu geimsjónauka eins og JWST, þess að James Webb geimsjónaukans, þá eru hægt og bítandi að fara að komast að því hvað raun og veru að gerast á þessu tímabili. Þetta er eftir tæpar 2 vikur í þessum sal. Svo í desember þá kemur professor Jeff McMahon sem er við Chicago háskóla og hann ætlar að fræða okkur, eiginlega bara heimsfræði, viðleitni mannkynsins til þess að skilja alheiminn á sínum stærstu stærðarskölum, tímaþróun hans, hvað huldorka, hvað hulduefni og svo framvegis. Og svo í janúar þá kemur Sigríður Kristjánsdóttir en hún er einmitt formaður Stjörnuskoðunarfélags Seltjarnarness og hún ætlar að fjalla stelpur í stjörnufræði. Þannig endilega merkið þessa atburði í dagatalið ykkar. Svo ætla ég að fara tilbaka og fara aftur til Matthías Baldurssons Harksens sem var einu sinni í grunnnámi í eðlisfræði Háskóla Íslands, fór svo til Oxford í mastersnám, og svo komið tilbaka til Háskóla Íslands og að leggja lokahönd á doktorsverkefni sitt. Þú hérst fyrirlestur á síðasta ári svarthol sem að trekkti að. Takk kærlega fyrir að vera til að taka þetta annan fyrirlestur fyrir okkur, þannig að bara gjöra svo vel. Ég vona að ég muni eftir að kveikja á mikrofónum, gengur hann ekki núna í streyminu? Þann 12. ágúst 2026 verður sólmyrkvi sýnilegur á vestanverðum hluta Íslands. Hann mun vara í rúmlega mínútu á höfuðborgarsvæðinu og 2 mínútur og 13 sekúndur þar sem mest lætur á Látrabjargi. Fyrir flesta núlifandi Íslendinga verður þetta eina tækifæri sem þeir hafa til þess að sjá almyrkva á Íslandi, að því að svo næsti verður ekki fyrr en árið 2196. Þessi fyrirlestur hefur verið samin með 3 markmið í huga. Það fyrsta er að útskýra fyrir ykkur eðlisfræðina sem liggur á bak við fyrirbærinu sólmyrkvi. Annað markmið er að segja ykkur frá sögunni af því hvernig Arthur Eddington sannprófaði árið 1919 með almyrkva, almennu afstæðiskenningu Einsteins og skaut þannig Einstein upp á stjörnuhimninum. Og þriðja markmiðið, sem er kannski að mínu mati mikilvægasta markmiðið, það er að reyna að smita ykkur með mínum áhuga á þessu viðfangsefni, að því ég held að þegar þið standið þarna á næsta ári og eru að horfa á almyrkvann, þá sé aðeins skemmtilegra að vita eitthvað söguna, það sé aðeins skemmtilegra að skilja eðlisfræðina sem liggur þarna á bakvið, þá held ég að þetta verði miklu áhrifaríkari upplifun heldur en annars. Og mér langar til þess að byrja fyrstu glæruna. Þessi glæra er eiginlega fyrir tengdapabba minn. Hann er einhver mesti Tinna aðdáandi sem ég veit og hann á allan Tinna á íslensku og ég fekk að skanna inn þessa mynd af Tinna og mér skilst að þetta sé mjög algengt sagnaminni í
vestrænum bókmyndum, sem einhvern veginn að vestræn vísindi hjálpa hetjunni til þess að bjarga henni frá því að vera fórnað til sólguðsins Pakana. Og ég held að þessi tiltekna þetta frásagnar minni, eigi rætur sínar að rekja til Kristófer Kólumbus. Af því að sagan segir að 1504 í Almirkva þá hafa hann náð að sannfæra frumbyggja Jamaica að veita sér vistir, af því að hann gat spáð fyrir Almirkva. En ég ætla aðeins að vera með nokkuð skilgreiningaratriði. Það eru þess að 3 gerðir af sólmyrkvum. Sólmyrkvi samheiti yfir deildarmyrkva, hringmyrkva og almyrkva. Og deildarmyrkvi kannski svona það minnst spennandi af þessu öllu. Þeir verða það bil 2-5 sinnum á ári einhvers staðar á jörðinni. Síðasta deildarmyrkvi 2015. Það eru kannski margir hérna sem að muna eftir þeim viðburði. En hringmyrkvin og almyrkvin eru miklu sjaldgæfari. Þeir verða kannski 2 á hverjum 3 árum, það er að segja 66% af hverju ári. Og við munum fara aðeins út í mismunum á þessum fyrirbærum og hvernig þau verða til, en okkur finnst alltaf almyrkvin vera miklu merkilegri, af því að þá hverfur sólin. En þeir gera samt, þeir eru alveg jafn sjaldgæfir, þannig séð. En ég ætlaði bara líka að tala aðeins hvernig þetta verður, af því að stundum þá skiptir bara máli að sjá þetta fyrir sér. Og í fyrsta lagi þá þetta miðvikudagur, gott að hafa það í huga. Þetta í miðri viku. Ég var einhvern veginn að sjá fyrir mér, þetta væri helgi sko. Og svo ég ætla líka að nefna það að til þess að sjá almyrkva, þá þarf maður fyrst að sjá deildarmyrkva. Og deildarmyrkvinn, hann byrjar 1640 það bil. Síðan hann í klukkutíma. Og þá mikilvægt að nefna að á meðan á deildarmyrkvanum varir, þá það vera með svona. Okay? Síðan kemur almyrkvið, þá tökum við gleraugun niður. Og almyrkvinn, hann byrjar 1744. Og svo varir hann í 2 myndröðir á Lottarbergi, 1 myndröður í Reykjavík. Síðan setjum við aftur gleraugun á. Og horfum næsta klukkutíma, ef þið nennið. En bara þetta að minna ykkur á öryggi augna. Takið þau af meðan almyrkvinn í gangi, en hafið þau á meðan deildarmyrkvinn í gangi. En það var líka almyrkva á sólu 1954 og þetta var auðvitað forsíðufrétt á þessum tíma. Og það er svo ótrúlega fallegt orðalag sem þeir nota að sólin sortnaði. Þetta einhvern veginn ljóðamál, sóltér sortna. Og það auðvitað sagt líka að þetta hafi verið stórkostlegasta náttúrufyrirbrigði síðan Heklagaus. Og svo eitthvað mjög smá, ég held þetta sé smá pseudoscience, en ég ætla kannski ekki að fara mikið út í þetta, en mest áhugavert að konur fæddu fyrir tíman í Höfn. Og það tala að þetta sé þekkt fyrirbæri. Og svo á baksíðuna, þegar þetta var bæði forsíðufrétt og baksíðufrétt, þá sér maður frumgerð sólmyrkvagleraugnanna. Það var bara stórt stykki af gleri. Og mér svo skemmtilegt þetta sólmyrkvaslys. Þá vildi allir vera í dýrhólagi. Það gaman hvernig þetta lætum að fara á svona exotíska staði á Íslandi. Og þá voru allir komnir saman í dýrhólagi. Og þar bara einhver kennari úr Reykjavík sem var að rúlla bara D1, ef þau eru svona in the know. Og hann bara færi bara bensínskvættu yfir sig og það kviknar í honum og hann þarf að fara á skyrtunni og það þarf að kalla á lækni, en þeir eru þetta út í dýrhólagi. En kannski, ef þið eru að velta fyrir ykkur, af hverju ætti ég að hafa áhuga á almyrkvanum á næsta ári? Og mitt einfalda svar bara því að allir aðrir hafa áhuga á almyrkvanum á næsta ári. FOMO ekkert eðlilega sterk tilfinning, fear of missing out. Og hérna sjáum við hitakort úr Bandaríkjunum, þetta daginn fyrir að það var almyrkvi í Bandaríkjunum og hérna sjáum við bara, þetta almyrkvaslóðin. Þetta það sem fólk að bóka alla gistingarna sínar. Þannig að ef allir aðrir hafa áhuga á þessu, þá ætti þið kannski líka að áhuga á þessu. Og mér svo skemmtilegt líka þetta XKCD mím, það sem verið að sína þetta deildarmyrkvi, það ekkert voðalega kúl. En leið þú fær almyrkva, þá það ekkert eðlilega kúl. Og það þetta alls konar túrismi sem myndast í kringum svona. Til dæmis fólk búið að bóka mörg ár fram í tíman á Patreksfirði og Bíldudal. Það bara allt uppselt á Patreksfirði og Bíldudal. Og það verið að selja alls konar sólmyrkvaferðir, sérstaklega líka á Snæfellsnesinu. En það sem ég finnst kannski fyndnast í þessari umræðu, það
að það eiga að vera vegaframkvæmdir að stígnum að Látrabjargi. Og það munur pottþétt vera svona 1000 manns sem ætla að fara þarna út. Og þeir eru búin að ákveða, það er sem sagt verið að laga sko ekki allan veginn. Þetta er allt malarstígur, mjög erfitt að keyra, maður keyrir á svona 30 og þeir ætla bara að laga þennan part og þennan part. Þannig að þú veist 60% er ennþá ómalbygguð og þeir ætla að klára framkvæmdar 11. ágúst. Og ef það er eitthvað sem ég veit íslenska framkvæmdir, þá það er ekki séns að þeir séu að klára þessar framkvæmdir 11. ágúst. Og það verður bara fyrirsögnin, verður bara sólmyrkvaslys, grafa fyrir túristum. En mér langar líka til að nýta tækifæri þess að auglýsa þessa vefsíðu sem að Sævar Helgi heldur úti, solmyrkvi2026.is. Og hérna þar er hann með ýmsan fróðleik og eitthvað öryggi augna og það er meðal annars hægt að sjá ykkur mjög flott kort og svo er hægt að kaupa sólmyrkvagleru í horninu. Og ég hafði sett samband við Sævar og ég spurði hann hvort ég geti fengið 100 sólmyrkvagleru til þess að selja á þessum fyrirlestra því að það er bara einhvern veginn auðveldara að geta líka fengið sólmyrkvagleru, er það ekki, maður er á annað borð á mætinga. Og ég hafði samband við hann og hann var svo góðfúslegur. Hann sagði að hann væri til að gefa mér helminginn af gleraugunum. Og síðan sagði ég Jón Emil þetta og hann sagði að hann væri til að gefa hinn fyrir stjarnvísindafélagið. Þannig að ég ætlaði sko, þannig þegar fyrirlestur er búinn þá ætla ég að gefa ykkur öll, ég er bara með 100, ég vona það sé nóg. Ég ætla að gefa ykkur öllum sólmyrkvagleraugu og mér langar að biðja ykkur að klappa fyrir Sævari og stjarnvísindafélagið Íslands. En þá er það að eðlisfræðinni. Og eðlisfræðin, það er þessi einfalda spurning, hvernig virkar eiginlega sólmyrkvi? Og mér langar þess að byrja að rifja upp það að jörðin, hún ferðast einn hring í kringum sólina á einu ári. Það er það sem við meinum þegar við tölum árið. Og svo ferðast tunglið einn hring í kringum jörðina á einum mánuði. Það er það sem við meinum þegar við segjum mánuður. Þannig er orðið komið. En og þannig er þetta reyndar 8 hringir, ekki eins margir að eiga að vera, en það er annar mál. En maður geti spurt sig, vegna þess að núna fer tunglið einu sinni á milli sólarinnar og jarðarinnar í hverjum einasta mánuði. Maður geti spurt sig, af hverju er þá ekki almyrkvi í hverjum einasta mánuði? Og til þess að reyna að útskýra það, þá bjó ég til svona smá animation. Þannig að það fyrsta sem maður þarf að benda á er að jörðin, hún ferðast ekki á hringlaga braut umhverfis sólina, heldur er hún sporöskjulaga. Og það þýðir að það er einhver minnsta og einhver mesta fjarlægð sem að jörðin hefur frá sólinni. Og við tölum hún sé í firðarstöðu hér, sem sagt fjarstinni, og nándarstöðu hér, sem sagt næstinni. Og hversu stór, við tölum sýndarstærð, og hversu stór jörðin sýnist okkur vera, hefur að gera með hversu nálægt við erum henni. Þannig að þegar við erum mjög nálægt hérna, þá sýnist okkur vera mjög stór og þegar við erum hérna langt í burtu, þá sýnist okkur hún vera mjög lítil. Og það sama má síðan segja tunglið, að tunglið, það ferðast líka á sporbraut umhverfis jörðina og það þýðir að hún getur verið langt í burtu og hún getur verið mjög nálægt. Þannig að þegar hún er mjög nálægt, þá sýnist hún okkur vera stærri og þegar hún er langt í burtu, þá sýnist hún okkur vera minni. Og til þess að fá almyrkva, þá þarf sem sagt tvennt að gerast. Og það er þess vegna sem er svo erfitt að fá almyrkva. Í fyrsta lagi þá þurfum við að sjá litla sól, við þurfum að vera hér. Það getur bara gerst einu sinni á ári. Í öðru lagi þá þarf tunglið að vera eins nálægt okkur og við getum, svona hér. Annars er það ekki nú stórt þess að fylla upp í sólina. Það er þess vegna sem er svona sjaldgæft að sjá almyrkva. En það er eitt annað atriði sem spila líka inn í og það er að braut tunglsins, hún hallar 5 gráður miðað við braut jarðarinnar. Og það gerir það verkum að stundum lendir skugginn bara ekkert á jörðinni yfir höfuð. En mér finnst líka gott að útskýra hlutina kannski á 2 vegu, þannig ég er með aðra leið til þess að útskýra sólmyrkvana. Þannig ef við skoðum núna bara 2 ljósuppsprettur sem er að lýsa á eitthvað hlut, þá myndast sem sagt svona skuggi. Og það sem hvorug ljósuppspretta nær að lýsa, þá myndast alskuggi og síðan deildarskuggi þar sem önnur nær að lýsa en hin ekki.
og þetta á þetta að vera viðlíking fyrir sólina, tunglið og jörðina. Og það sem maður getur séð að maður færi tunglið þá breytir skugginn og hérna til dæmis komin hringmyrkvi að þegar sólin fer að glitta aftur í sólina, sem sagt skuggi tungsins endar hér. Kannski fínt að sýna þetta bara aftur. Sorry. En kannski það eina sem ég ætla að nefna núna í framhaldi af þessu, það að maður getur, það vill þannig til að tunglið okkar að fjarlægast okkur 4 cm á ári. Það hefur að gera með flóðkraftana og það svolítið kannski counterintuitíft að þegar vegna núnings þá minnkar heildarorka kerfisins og það þýðir að tunglið færist utar. En þá getur maður velt fyrir sér, að því að afstaða sólar, tungls og jarðar stýrir svo mikið hvort við sjáum almyrkva eða ekki og þá getur maður velt fyrir sér, kemur þá einhvern tímann einhver dagur þar sem að það verður ekki lengur hægt að sjá almyrkva á jörðinni. Og við settum þetta fyrir sem dæmi á eðlisfræðikeppni framhaldsskóla. Ég, Sigurður Jens og Álfur Edda sömdum þessa dæmi þar sem loka spurningin var að spyrja hvað eru mörg ár þar til að síðasti almyrkvinn verður sýnilegur á yfirborði jarðar. Og svarið 650 milljón ár. Til samanburðar þá voru risaeðlurnar uppi fyrir 200 milljón árum, en mér finnst það samt magna að því leytinu til að við lifum einhvern veginn á gullöld sólmyrkvana, almyrkvana. Það magna, það bara algjör tilviljun svona í kosmísku samhengi að tunglið okkar smelt passar inn í sólina. Það ekkert hann á öðrum plánetum, þetta algjörlega sérstætt. Ef það einhvern tímann svona astrotúrismi, þá myndi allir flikkjast á jörðina til að sjá almyrkva. En mér langar líka til að tala þennan. Albert Einstein. Albert Einstein var valinn maður aldarinnar á Time Magazine vegna þess að hann var sá maður sem á táknmynd fyrir þá miklu framfarir, tækni og vísinda sem urðu á þeirri öld. En ég held að flestir hafa kannski svona þessa ímynd af Einstein að hann hafi verið svolítið svona snillingur einn í sínu horni með einhverja svona yfirnáttúrulegar gáfur sem að engin annar skildi. Og að allt sem hann hafi sett fram hafi bara verið rétt. En mér langaði í þessum fyrirlestri til þess að gefa svolítið öðruvísi sjónarhorn á Einstein. Af því að ég held að sé líka mikilvægt að átta sig á því að vísindin eru samtal. Og við erum alltaf að byggja hænuskref eftir hænuskref ofan á því sem forverar okkar hafa gert. Og mér finnst Newton, forveri Einsteins, hafa orðað þetta best. Þegar hann sagði að ef ég hef séð lengra en aðrir, þá það vegna þess að ég hef staðið ofan á herðum risana. Vísindin eru samtal og það nákvæmlega þessuna sem ég finnst þessi hérna mynd af Einstein vinstra megin og Eddington hægra megin þegar þeir hittust í Kambabryggju, Cambridge, í fyrsta sinn árið 1930, svo falleg. Af því að mér finnst þetta að vera táknmynd fyrir það að vísindin eru ekki bara verk eins manns. Það ekki bara hægt að setja fram einhverja góða hugmynd og bara call it a day. Það þarf fullt af fólki að setja sig inn í rökin, setja sig inn í mótrökin og geta farið í gegnum röksemdafærsluna. Og það þarf einhver að búa til kenningar sem hægt að samprófa og það þarf einhver að prófa þér. Þetta aragrúi af fólki sem kemur á því að staðfesta eina almennu afstæðiskenningu. En að því sögðu þá var þetta Einstein geggjaður. Og hann byrjar þetta fyrir sinn annars mirabilis, hann 26 ára og hann að vinna á einkaleyfa skrifstofu í Bern. Og hann gefur út 4 greinar sem munu allar bylta eðlisfræðinni. Fyrsta greinin sem fjallaði ljósröfun, hann fær auðvitað Nóbelin fyrir hana 20 árum setna, geggjað að byrja fyrir að fá Nóbelsverðlaun fyrir greina hérna. Næsta grein fjallaði bráðhreyfingu og sannaði tilvist atóma. Þriðja grein fjallaði takmörku afstæðiskenninguna og hvernig maður á að leiðrétta hreyfijöfnu Galilei yfir í Lorentz. Og síðasta, eflaust frægasta jafna mannkynssögunar, samt sem MC öðru og ekkert AI. Svakaleg byrjun á ferli. En mér langaði til að taka aðeins annan pól í hæðina og tala Zúrich-stílabókina 1912. Þetta sem sagt stílabókin hans Einsteins frá því að hann kom með aðstoðarprófessorstöðu við Zúrich-háskóla. Og titillinn, relativitet, þetta var búið að másta þess út hérna en þetta á þýsku, af því hann skrifa allt á þýsku. Og það svakalegt að rýna í þessa bók, þetta 100 blaðsíðna bók og ég búinn að taka nokkrar vel valda blaðsíður fyrir þennan fyrirlestur, við ætlum ekki að fara í gegnum allar 100. Og það gaman að sjá
þannig hann að fjalla þyngdarfræði, rafsegulfræði og stundum hann bara að króta eitthvað í spásjöðunar, eins og þetta. En til dæmis hérna, titillinn hérna efstir gravitasjón. Hérna hann að byrja að tala almennu afstæðiskenninguna. Þetta í fyrsta sinn sem einhver að hugsa almennu afstæðiskenninguna. Og það sem skín svo skýrt í gegn að Einstein, hann ekki alveg búinn að tileinka sér starffræðina sem hann að reyna að nota, þessa differúlfræði sem hann þurfti að læra til þess að setja fram almennu afstæðiskenninguna. Af því hann stöðugt að spyrja sig hérna í spásjónum, hann spyr sig eins og hérna, þetta skalar eða fjórvígur? Og svo skrifa hann stimmt, passar. Hann alltaf að tjekka sig, hann svo veit ekki alveg hvað hann að gera. Og svo, ef maður flettir aðeins lengra, og þetta sko mánaða að vinna, nokkrum blaðsíðum seinna, þá hann kominn í þetta hérna. Og þetta stundum kallað uppgjafar blaðsíða. Af því að neðst, þá stendur súumstandlík, eða oflókið. Og málið að það eins og hann sé að leita að fjarsjóði, en hann ekki með neitt kort, hann veit ekki hvar fjarsjóðurinn og fjarsjóðurinn beint fyrir neðan hann, af því hann búinn að leiða út almennu afstæðiskenninguna, hann bara sér það ekki. Þetta oflókið fyrir hann. Hægði því, hann gefst upp, þetta bara eitthvað side project, hendur þessu bara í burtu, gefst upp, snýr ekki aftur á þessu fyrir 3 árum seinna. Þá setur hann fram almennu afstæðiskenninguna og ég ætla bara, mér finnst svona viðeigandi að taka Davíð Hilbert hérna, af því að Davíð Hilbert á að hafa sagt Einstein og þessi ár hjá honum, þar sem hann var að kynna sér differúmfræði, sérhver götustrákur í Göttingen veit meira en Einstein differúmfræði. Og svo sleppaði þetta seinnipartinu, en mér finnst hann góður. Samt var það Einstein sem vann vinnuna, en ekki starffræðingarnir. Og það kannski það sem hérna mórallinn í sögunni, og það aldrei starffræðingarnir sem vinna vinnuna. Nei, sorry. En ok, hérna Einstein 1915, þá leggur hann til 3 leiðir til að staðfesta kenninguna sína. Fyrsta leiðin það sem kallast brautarvelta Merkúríusar og hann setur það meira þess að fram í greininni sinni 1915. Það var nefnilega þannig að Merkúríus svo pláneta sem liggur næst sólin okkar og það þýðir hún verður fyrir mestum þyngdaráhrifu frá sólinni. Og menn voru búin að taka eftir því að þeir gátu ekki útskýrt þessa brautarveltu, sem hún færist, hringurinn færist alltaf í hverjum hring. Þeir gátu ekki útskýrt þetta með newtonsku aflfræði og það voru ýmsar kenningar í gangi á þessum tíma til þess að reyna að útskýra brautarveltu Merkúríusar. Til dæmis voru sumir sem lögðu til að það væri pláneta hinum megin við Merkúríus, hinum megin við sólina, sem héti Vulkan. Það líka frægt í Star Trek, held ég. En Einstein gat útskýrt brautarveltu Merkúríusar og það svona einhver faktor 2 sem munar þarna. En það var enginn sem í rauninni var impressed á þessu vegna þess að það svo ótrúlega auðvelt, segir fólk, það reyndar ekkert voða auðvelt, en það svo ótrúlega auðvelt að taka einhver fyrirliggjandi gögn og taka síðan kenninguna þína og svona fínpúsuna þannig að það passi við gögnin. Þannig að það voru fullt af þyngdarfræðikenningum á þessum tíma sem að gátu útskýrt brautarveltu Merkúríusar, þannig fólk sagði þú verður að gera betur en það. Og þá sagði Einstein, ok, þá getum við mælt þyngdarsveig ljós og við getum mælt þyngdarrauðvik. Af því að það bara miklu áhrifaríkara ef að þú getur sagt áður en einhver tilraun gerð hver niðurstaðan mun vera. Og mér langar aðeins til þess að fjalla ljósveigu vegna þess að það er svona smá tæklegt atriði í sögunni þar sem að newtonska kenningin hún spáir fyrir að ljósveigi en Einstein kenningin spáir fyrir því að ljósveigi 2 sinnum meira. Það er svona boðskapurinn. En ég ætla að reyna að útskýra af hverju í newtonsku kenningunni að þá sveigir ljós líka. Og til þess að gera það þá ætla ég að vera með smá viðlíkingu yfir í Rutherford-tvístrun. Tvístrun eiginlega bara svona fancy orð til þess að tala árekstur. Og þetta hérna er kenning sem var sett fram 1908 hvernig rafsegulkrafturinn virkar. Þannig hérna erum við með litla hleðslu plus Q og stóra hleðslu plus Q og litla hleðslan finnur fyrir fráhrindi krafti frá stóru hleðslu plus Q, þannig að hún sveigir af brautinni. Og það er talað kennilengd árekstrans B, hversu langt í burtu hún byrjaði, og upphafsraðan hérna vafnúl. Og það sem menn hefðu áhuga á var að mæla þetta hérna horn, þeta, hversu mikið hún sveigir. Og Rutherford sjálfur, hann settist niður og hann reiknaði út hversu stórt þetta horn er. Og það er háð upphafsleðslunum, það er háð rafsvörunarstuðli tómarúms
hefur eitthvað með rafsegulfræði að gera, háð massa litlu eindarinnar, háð upphafsraða hennar og síðan háð kennilengdin á milli. Og það ýmsir áhugaverðir eiginleikar sem þetta uppfyllir, til dæmis gildir þetta líka fyrir neikvæðar hleðslur og þá fær maður tvístrun sem maður beygir í þessa átt í staðinn. Sama horn og svo ef maður styttir vegalengdina B þá fær maður að það skýst alveg tilbaka. Og svo er svo kúl hérna í lokin sko. En maður getur sem sagt gert nákvæmlega sama fyrir þyngdarkrafti. Þannig að ef við gerum þetta fyrir þyngdarkrafti þá erum við einhvern stóra massa M og síðan einhverja kennilengd og einhvern lítinn massa M með upphafsraða vafnur. Og ef maður skýtur þessu svona af stað þá fær maður sem sagt að maður getur aftur reikna hornið en núna, og það er mikilvægt að nefna, ok, það er háð þyngdarfasta Newtons, stóra G, það er háð massanum og stóra massanum, það er háð upphafsraðanum og það er háð kennilengdinni. En það sem er mikilvægt er að þetta er ekki háð litla massanum. Litli massin skiptir ekki máli. Þannig að ég get látið M vera eins lítið og ég vil, að því að ljós hefur engan massa. En það hefur skriðþunga, þannig að það finnur samt fyrir þessum áhrifum. Þannig að ljós sveigir líka í newtonsku kenningunni. Og ef maður sest niður og maður reiknar út hversu stórt þetta horn á að vera, þá er ég búinn að ljúga mjög mikið á myndinni, þetta er pínu lítið horn, það myndi ekki sjást á skjánum. Af því að þetta eru sem sagt, þetta er í newtonsku kenningunni, sígildir eðlisfræði, og það eru 0,875 prik. Og prik, það eru sem sagt ark-sekúndur. 1 prik er ark-mínúta og 2 prik er ark-sekúnda. Það er að segja, 1 gráðu er skipt upp í fyrst ark-mínútur, það eru 60, og síðan í ark-sekundu, það eru aftur 60. Þannig þetta er 1 á móti 3600 úr gráðu. Það er mjög erfitt að mæla það. Ok? Og Einstein, hann spáir tvisasinnum þessu gildi, það er að segja 1,75. Ok? En, ok, maður getur líka velt fyrir sér, hvernig mælum maður þetta? Þannig að maður tekur sjónauka, maður býður eftir almyrkva og síðan skoðar maður stjörnurnar sem eru rétt fyrir aftan sólina. Af því að þá með ljósið sveigja frá þeim og við teiknum síðan beina línu út frá, þannig að okkur sýnir stjarnan vera hér. Og við getum mælt, þetta hérna horn er það sem þeir voru að reikna, og við getum mælt hversu mikið færði stjarnan. Og til þess að bara svona útskýra að ef einhver stjarna er langt í burtu frá sólinni, þá sveigir hún ekki og við sjáum engan mun. Þannig að það er mjög mikilvægt í almyrkvanum að reyna að taka stjörnur sem eru nálægt disk sólarinnar eða jaðri sólarinnar. En mér langar líka til að tala eins hann Finlay Freundlich. Vegna þess að Finlay Freundlich, hann reyndi að framkvæma Eddington-tilraun, þá hefði það heitið Finlay Freundlich-tilraun, árið 1914. Þess að 5 árum áður en það tók sér að mæla ljósvegi. Og Finlay Freundlich, hann var sem sagt, þá var þetta í Sevastopol sem hann ætlaði að gera mælingar þar, en 20 dagum áður en hann næri að gera mælingarna þá brýst út styrjöld og hann er gómaður fyrir að vera njósnari og allir búnaðar sem gerður upptækur. Og þessi búnaður var reyndar eitthvað sem Einstein hafði sjálfur, þess að Einstein veitti 2000 þýsku mörk, svona núvirði í íslensku krónum er 5 milljónir úr eigin sparifé til þess að reyna að framkvæma þessa tilraun 1914. En Finlay Freundlich mistókst ætlunarverkið og það er auðvitað svolítið sturlað í ljósi sögunar vegna þess að á þeim tímapunkti ef að Finlay Freundlich hefði tekist að mæla ljósvegu þá hefði hann örugglega afsannað afstæðiskenninguna. Vegna þess að á þeim tímapunkti hafði Einstein reiknað vitlaust. Og hérna ef þið skoðið uppi þá er þetta 14.10.1913. Hann er með vitlaust horn. Þetta er newtonsku gildið. Þetta er mynd af Einstein að teikna ljósvegu og hann er með newtonsku gildið. Hann hefði reiknað vitlaust. Og ef að Finlay Freundlich hefði tekist að mæla ljósvegu 1914, þá hefði hann frekar afsannað afstæðiskenninguna og þú færði ekkert aftur trúverðuleikann í kenningunni þinni ef að fólk er búið að afsanna hana. Þá hefði fólk bara alveg afskrifað þessa Einstein-kenningu og sagan væri allt önnur. En mér langar þess að tala hérna raunverulegu Eddington-tilraun og það bar nefnilega þannig að Arthur Eddington hann átti í raun aldrei að vera hluti af þessari tilraun. Og það var í rauninni Frank Dyson sem var að skipuleggja þessa tilraun. Hann var höfuð breska stjarnvísindafélagsins á þeim tíma. En Arthur Eddington, það er stríð í gangi 1914 til 1918 fyrir heimsstyrjöldin.
og Eddington 36 ára boðaður í herinn, en hann var kvikari og af trúarlegum ástæðum þá vildi hann ekki taka upp vopn og hann sendir þeim formlegt bréf og segist ætla að gerast liðhlaupi ef hann verður boðaður í herinn. Og það auðvitað gekk ekki í Dyson, hann þurfti að beita sér svolítið fyrir því að í staðinn fyrir að fara í herinn þá gæti Eddington og verða liðhlaupi. Í staðinn fyrir að gera það þá gæti hann farið og mætt ljósveigu á eiginu Prinsip, hérna rétt suður af Nígeríu. Síðan var annar hópur sem fór hérna til Sobral í Brasilíu, en það er kannski svona, það er gott líka, það er svona flökkusaga sem gengur, hún er reyndar ekki sönn, en það er flökkusaga sem gengur að sem sagt á fundinu þar sem að vera að ræða þessa tilraun að vera að fara þarna. Þá kemur eðlisfræðingur Silberstein heitir hann og hann kemur upp að Eddington og hann segir: já, Eddington, þú hlýtur nú eiginlega bara að vera einn af 3 mönnum í heiminu sem skilur almennu afstæðiskenninguna. Og svo er Eddington eitthvað svona voða hugsi og Silberstein svona segir eitthvað svona: heyrðu, ekki vera svona hógvær, þú verður að gangast við þessu. Og þá segir Eddington: ég er ekkert að vera hógvær, ég veit bara ekkert hver þriðji maðurinn er. En þetta er svona smá lygasaga því að ég er alveg viss hann vissi alveg hver þriðja manneskjan var. Það var pottið De Sitter sko, að því að þannig sem að það er þetta stríð og Einstein gefur út greinarnar sínar í Þýskalandi og þær báru síðan til Hollands til De Sitter og De Sitter var að gefa út eitthvað afstæðiskenningunni að þetta er samtal og þannig sá Eddington greinarnar hans De Sitter og þannig lærði hann almennu afstæðiskenninguna. Þannig að hann vissi alveg hver þriðji maður var, það var bara ekki 4. maður. En hérna, svo er myndir hérna af búnaðurinn sem þau notu og það hefði kannski verið tæknilega erfiðara að framkvæma tilraunina ef þeir hefðu ekki nú þegar lagt grunninn að þessu þegar þeir mældu þvergöngu Venusar 50 árum áður. Það eina sem var kannski tæknilega flókið varðandi búnaðinn var að það voru allir að framvelja vopn á þessum tíma, þannig að þú þurftir einhvern veginn að stöðla framleiðsluferli til þess að búa til 2 sjónauka. Og síðan auðvitað gerist það að aðalsjónaukinn hann bilaði út af hitatruflunum og þau þurftu að vara sjónaukann. En mér langaði þess að reyna að sýna á myndrænan hátt hvaða var sem þeir voru að sjá í greininni sinni. Þannig ég tók gögnin og ég teiknaði upp fyrir ykkur. Og þetta er sem sagt hvernig stjörnuheimurinn leit út þegar þeir framkvæmdu tilraunina 1919 í Prinsip. Og þetta voru sérstaklega góðar aðstæður af því að það er mjög mikið af mjög björtum stjörnum hérna í Hyades stjörnuþokunni. Og rauðu punktarnir sem ég er búin að teikna inn á er hversu mikið stjörnurnar hliðruðust í almyrkvanum. Það er að segja því nær sem þær voru því utar fóru þær, nema ég ætti líka að minnast á það að þegar ég gerði þetta fyrst þá skildi ég ekkert af hverju þær færiðust ekki. Ég hélt ég hefði gert einhver mistök en það kemur í ljósa að þarf ég raun að stækka þetta svona faktor 600 til þess að sjá eitthvað. Þetta er ógeðslega lítið, þú þarft að mæla þetta með míkrómæli. Þannig til dæmis þá sást þessi ekki neitt. Og þeir birta þessa grein og þar á meðal er þetta fræga graf hér sem er að sýna færslu, hversu mikið stjarnan færiðist sem fann að fjarlæga hennar frá stjörninu á Lagrange-skala. Og hérna, punktalínan, þetta er newtonska kenningin. Þetta er forspá newtonsku kenningarinnar. Þykka línan hér er forspá Einsteins og þessi lína hér er það sem þeir fundu. Þetta er magnagraf og þeir nefna í greininni að það hafi komið til greina 3 möguleikar. Fyrir það fyrsta, það hefði ljósið hefði ekki getað sveigst, þeir hefði getað mælt það. Síðan hefði það getað verið í samræmi við kenningu Newtons og síðan hefði það getað verið í samræmi við kenningu Einsteins. En það er auðvitað síðasti möguleikin, að þetta sé, já, 4. möguleikin er auðvitað að þetta sé ekki í samræmi við neitt af þessu. Og þá var eitthvað sem spurði að þessu á þessum fræga fundi hérna, þeir héldu fund 7. nóvember þegar greinin var birt, þá var eitthvað sem spurði að þessu, hvað það hefði verið eitthvað annað en það? Og þá var eitthvað sem svaraði að þá hefði Eddington bara mist vitið. En auðvitað daginn eftir þá voru bara allar forsíðufréttir að tala þyngdarlögmálið og þyngdarlögmálinu kollvarpað spurningamerki. Það svarið er oftast, eða endra spurningamerki þá svarar oftast nei.
Og svo finnst mér mjög skemmtilegt þetta, lights all askew in the heavens. Svona skökk í himnunum. But nobody need worry. En þetta var auðvitað bylting. Og síðan getum við velt fyrir ykkur, hvað var það fyrsta sem Einstein gerði leið og hann frétti af þessu. Og hann gerði auðvitað það sem hann á að gera. Hann skrifaði mömmu sinni bréf og sagði henni að nú væri búið að staðfesta almenna afstæðiskenninguna hans. En mér finnst líka mikilvægt að grípa tækifæri til þess að tala það að við erum alltaf að nota hérna vísindalegu aðferð. Það ekki nóg að gera bara eina mælingu og kalla það bara gott. Þannig að þeir birta greinina sína og síðan þá hefur fjöldinn allur af fólki farið í gegnum greinina og reiknað alla útreikningana og fengið niðurstöður á ljósveiðinni. Og það hafa verið gerðar fleiri mælingar, 29, 36, 47, 52, 73, þar sem hefur aftur verið reiknað. Af því það mikilvægt í vísindum að framkvæma tilraunir aftur og aftur til þess að sjá hvort að eitthvað hafi farið úrskeiðis. Og þið getur velt fyrir ykkur að hverju stoppar þetta 73, það gerir það ekki. Þannig að nýlega hefur fólk verið að tala að gera Modern Eddington Experiment. Það byrjaði reynda 2017 og þetta frá 2024 og það aðalega Bröms og Dietrich sem hafa verið að standa fyrir þessu og þetta Dietrich og hann ekkert eðlilega mikill jökla aðdáandi og ég sem það hafði samband við Dietrich að ok, það kannski aðeins lengri aðdragandi að þessu. Ég fyrst fyrir 6 mánuðum síðan þá sendi ég sér post á stjörnusjónaugar.is og ég sendi svona fyrirspurn hvaða sjónauka það eiginlega sem að allir eru að fara að nota til þess að gera Eddington-tilraunina þegar það verður almyrkvi á Íslandi. Og ég gerði ráð fyrir bara að þetta væri eitthvað sem allir væri að fara að gera. Og ég fekk síðan daginn eftir, þá fekk ég síðan post svar frá Sævar Helga og þá sá ég líka neðst og það var búið að áframsenda postin á Sævar og það var búið að skrifa svona neðst, getur þú please svara þessu? En hann svaraði og hann sagði að hann ætti að útvega 5 sjónauka til þess að framkvæma Eddington-tilraunina í samstarfi við Dietrich og eina markmið sem ég hafði sett sjálfur mér fyrir daginn í dag það var að ég ætlaði að teikna upp stjörnuhiminin eins og hann verður og sjá hversu góð slík Eddington-tilraun myndi vera og því miður þá bara eiginlega ekkert af stjörnum og það eru mjög daufar. Það eiginlega sjást varla. Þessi mun pottið ekki sjást, þessi mun ekki sjást, þessi mun ekki sjást. Það gæti verið 3 stjörnur sem við náðum. Og já, það eru svona ekkert eðlilega erfiðar aðstæður en það verður svona gaman að prófa þetta held ég. En svona, mér langaði þess að enda þetta líka á svona léttunótunum og svona ef ykkur fannst gaman að heyra af þessari Eddington sögu þá þess að bíómynd sem heitir Einstein and Eddington. Passið ykkur að ekki þessi mynd sko. Eddington, ég var svo tekin alveg illa af henni Eddu. Hún sagði eitthvað svona, heyrðu Matti, það að koma í bíó, Eddington myndin. Og ég, vá, geggjað, ég hef svo mikið áhuga á því. Hún eitthvað, já, Pedro Pascal og Joaquin Phoenix að leika, hver að segja það að vera Einstein? Og ég eitthvað, já, Pedro Pascal. Og svo var hún eitthvað, já, og svo Emma Stone í myndinni og ég bara, wow, Emmy Noether að fara að vera í myndinni? En nei, þetta bara eitthvað löggudrama í Nýju Mexíkó, þið þurfum ekkert að horfa á þetta. En ok, takk fyrir áheyrnina og einhverjar spurningar? Þú líka? Já, líka. Það ekki málið, en þannig að bara, eða hitt þannig að láta bara ekki óskum hann. En hvað, nú ég hefði ekki verið að eldstæði, segja 2016, en hvað gerist ef að
Myndu þá Nei. sjá stjörnurnar? Nei. Nei, ok, það bara spurningin. Þess vegna hugmyndir hafa 5. Já. Svona einhverju vonum að það hjálpi. En, ok. Þetta er auðvitað ekki alveg stýr búnaður þeir þurft að vera með og það er auðvitað, ég glimti auðvitað að minnast á það Finlay Freundlich, maðurinn sem náði ekki að mæla ljósaugu 1914, hann reyndi að gera þessa mælingu 5 sinnum á ævinni sinni og það tókst 1 sinni. Það er bara mjög erfitt að gera þessa tilraun. Er búnaður til að mæla hafnið á sjónaukum þegar, eða þurfa að koma upp búnaði á sjónaukum sem er til? Það er notast við einhverja, þú setur bara, tengir sjónauka við, nú er ég ekki sérfræðingur í nákvæmlega þessum parti, þú tengir bara myndavél við sjónauka sem eru bara svona, þetta eiga að vera bara, þess að við kallar þetta modern, þetta eiga að vera í rauninni bara svona hefðbundnir áhugamanna sjónaukar sem þú tengir bara myndavél við og svo setur þetta inn í einhver svona Python forrit sem að í rauninni reikna út hversu mikil sveigjan er. Það er bara 3 stjörnur á Íslandi. Já. Hvað er best að gera það? Hvernig er best? Hvað væri best að gera það á jörðinni? Á jörðinni? Ég held að eiginlega það sé ekki að fara að breyta neinu í þessum almyrkva. Þú þurft eiginlega bara frekar að bíða eftir næsta. Það verður í rauninni nánast sama staða sólarinnar á öllum stöðunum sem verður almyrkvi núna. Það gætir hugsað að geta verið á Spáni, en það verður nánast bara sama staða þar. En mér skilst það að vera mjög góðar horfur fyrir 27. Ef það fjarlægist alltaf? Jú, og kannski sá hraði mun síðan breytast, þannig að það mun held ég ekki gerast í miður. En það er vissulega rétt hjá það, ef við höldum áfram að fjarlæga alltaf 4 cm ári, þá einn daginn, þá þetta, er það ekki? Ef að tunglið færi alveg, nú er það bara flóð og fjarlæg. Jú, nákvæmlega. Það er svolítið lykil maðurinn í þessu. Eða sko, sólin veldur líka einhverjum flóðkröftum, en þeir eru bara ekki eins miklir. Hvað segirðu fyrir ekki? Bókaði þú líka? Nei, ekki þarna fyrir 14 árum, nei. En ég hins vegar hefur alltaf verið að mæta núna nýlega á sjómannadag á Patreksfirði, bara svona aðeins þess að koma mér inn í samfélagið þar. Já. Ef þú myndir einhver sem rekast á sólina, mun þá gert lífið í jörðinni deyja út? Ég held að það væri bara frekar búið að gerast á fyrir. Ég held að lífið degi út áður en það gerist. Ef maður finnur tækni til að færa jörðina lengri í burtu, Það væri þetta mjög álitlegt. ég held að þetta bara vinna þeirri hugmynd. Veistu hvort að Einstein sagði einhvern tímann svona? Ég veit það þetta ekki, það er einhver spurning. Ég held ekki. Ég veit ekki. Senda fólk eitthvað. Já, frekar bara borga spariféði til þess að einhver fara að testa alveg ástæðiskenninguna. Ætlar þú að vera á 5 stöðum? Ég var eiginlega að vonast þess að einhver annar myndi hjálpa mér með það. Ef þið hafið áhuga, þá með endilega hjálpa. Ef það hefði verið skýjað hjá honum Eddington og tilraunin... Það var skýjað Nú var skýjað. og svo einmitt þegar hann fór í gang, það bara ekki skýjað lengur. En ef það hefði mistekist, hvenær hefði verið... Næstæg, Næsta 29. 29, ok. Og þetta var sérstaklega góðar aðstæður nefnilega. Það er eiginlega bara, þetta var í fyrsta lagi nánast lengsti almyrkvi sem þú getur haft á miðbaug. Það er nefnilega fer eftir hvar þú er, hversu norðarlega þú ert, hversu langur hann er. Mesta sem þú getur haft er rúmlega 7 mínútur og 30 sekúndur, þetta var rúmlega 6 mínútur og 50 sekúndur. Og þetta var með sérstaklega mikið af björtum stjörnum. Hefðu þeir náð að mæla rauðvikið fyrir
Þeir mældu Rauðvík 56. Ok, það er ok. En ég ætla líka að minnast á að hérna, margir hafa nýtt sér GPS-tækni. GPS-tæknin nýtir sér almennu afstæðiskenninguna, þannig að það má segja að það sé í rauninni að sannreyna afstæðiskenninguna á hverjum einasta degi. Já, það var eftirklukkan. Já, það skiptir ekkert máli í þessari umræðu. Þeir hefðu pottið fattað þetta bara þá, þeir voru að reyna að setja upp þessi GPS-tækni. Og hvað sem á jörðinni? Ég veit það ekki alveg. Nei, ekki á pólunum. En, já. En það þeir bara svo stuttir. Þetta er ekki. En ég veit ekki alveg. Þekkir þú það? 2015 virka maður svona svartbara. Já. Vingur minn bjóð þar þá og hún sagði að það er bara allt er svona glitra eins og demantar sem það er ekki. Það er líka á Suðurskautslandinu 2018. Getur almerkjum á tungli líka sanna kenninguna? Af því að það ekki ljósið sem að deyjast. Já, ok, þetta er mjög góð spurning. Já. Hérna, þess að spurningin er hvort að maður geti í rauninni frekar skoða sveigju í kringum tunglið, er það ekki? Heldur en í kringum sólina. Og þá sestu bara niður, þú gerir nákvæmlega sama reikning og ég sýndi þarna áðan. Þú fær horn sem er núna miklu minna. Það munar nákvæmlega, ef þú skoðar munin á massa sólarinnar og massa tungsins, ég held að sé eitthvað 10, það eru 7 stærðargráður þarna á milli. Þannig að þú myndir í rauninni fá, þarna vorum við með 1 arksekundu, þú myndir fá 10 í mínus 7 arksekundu. Það er ekki séns að mæla það. En mjög góð spurning. Ég veit að það var líka að mæla sem sagt hvar skugginn endar. Það var að vera einhver mæling sem sagt að reyna að finna hvar almyrkvaslóðin í rauninni endar, hversu breiður hann er. En ég held að þetta sé í rauninni eina vísindatilraunin sem verður gerð. Já, byrju, ég skil ekki alveg. Ef þú tekur þetta vídeo, þá er hægt að handla um að tilraunir. Já, en þá þarftu að geta tekið þetta, það er mjög erfitt að taka svona upp á vídeóa því að þú þarft að tengja þetta við stjörnusjónaukann, myndavélina eða upptökutækið. En fyrirgefðu, það var einhver spurning hér. Heyrðu, það er líka skemmtileg pæling. Jú, ég held það. Að setja frekar, gera tilraunina frekar á tunglinu. Ég held. Nú er ég ekki alveg viss hvernig það lítur út á tunglinu, en það hef ég ekki verið þar. En mig grunar reyndar að jörðin sé alltof stór. Hún fyllir alltof vel upp í sólina. Ég veit ekki hvort það myndi spila inn. Kannski er það gagnlegt, ég er ekki alveg viss. En það er aftur, sólin er miklu þyngri heldur en jörðin. Ef þú ætlar að reyna það, þá er sólin aftur miklu þyngri en jörðin. Það munar þar 6 stærðargráðum, nei, 4 stærðargráðum. Þannig að það er aftur of lítið hótt þess að mæla. Þetta er líka eitt, að þú ert staddur á tunglinu meðan það er sólmyrkvi. Þá er ekki sólmyrkvi fyrir þig. Af því það er ekki fyrir þig og sólar. Já. En þá er hún of stór með að við, hún er of stór og fyllir alltaf mikið upp í sólina, en það er ekki, já. En þetta er skemmtilega vangavel.
takk fyrir það og þið megið síðan endilega muna eftir að ná í sólmyrkvagleru svo ég brenni ekki inni með allt og mikið að þeim. Og ef við erum á ámyrku og næstu fyrir þá þarf ekki að skrifa nafn eða ég þótt ég eitthvað svona. Nú er það ekki. Það er bara að setja þetta hér. Takk fyrir það.